Til hamingju með sigurinn í 10 km hlaupinu, Linda. Já, takk fyrir. Hvernig var þetta núna eiginlega að hlaupa í þessu vindi? Herðu, þetta var alveg svakalegt. Það var rosalega mikill vindur en það sem stóð upp úr var fjaran. Við fengum þarna bara sandstorm á okkur og rigningu. Ég nú bara ekki lent í öðru eins. Nei, var ekki við sýnst vera hagli en þetta kafla líka? Já, ég hef bara ekki viss hvað það var, hvort þetta var sandur eða hagli en þetta var allavega skildi eftir sig svona smá ummerki á manni. Já, að fara hérna upp eftir og koma hérna upp á brúnina, var það ekki samt sko, ég meina það fallegt útsýni hérna uppi og... Þetta er bara stórkostlegt útsýni, Já. Bara æðislegt. Já. Bara, maður getur ekki lýst því. Brautin? Bara æðisleg, frábær. Já. Þetta var alveg krefjandi samt. Já. Sérstaklega með mótvind og annað. Já. Hvað var tíminn hjá þér? Það var 1:01. Já, og þetta er svolítið hækkun, þannig að þetta er bara mjög fyrir tími. Já, ég er bara alveg sátt við þetta með þessa hækkun og náttúrulega, mótvind, rok. Já. Þannig að bara mjög sátt. Segðu mér hérna, ertu að æfa eina eða ertu í einhverjum skokkhopp? Ég er með laugaskokki og svo hef ég verið að mæta æfingar hjá FH, svona utanvega í sumar hjá honum Friðlefi. Já. Þannig að... Já. Hvaða hlaup ertu búin að taka einhver stærri hlaup í sumar af þessu sem voru haldin? Ég var í Þórsmörk núna í síðustu helgi. Já. Og ég var í Hvítasunnuhlaupið. Ég hef verið svolítið utanvega í sumar. Já. Eins og með FH-hópnum, Friðlefi. Þannig að það er svona aðalega það sem ég hef verið að gera í sumar. Svo náttúrulega er þetta COVID-dæmi þannig að það hefur ekkert verið neitt mikið. Nei, en þú ætlar að halda ótrúð áfram í vetur eða ekki? Jú, ég ætla að vera dugleg að æfa. Já, og mælirðu með þessari braut hérna á þessu hlaupið eða ekki? Jú, ég ger það. Já. Bara mjög mikið. Flotti, takk. Alltilega, takk.